Ég heiti Tómas Krausinski og ég býð ykkur velkomin í fyrsta þáttinn af sérstöku seríunni frá Unimax, sem heitir viðeigandi Blackout. Þetta ekki neitt hörmungasvið, heldur aðeins ýkjur sem eiga að gefa þeim klóka vísbendingu að við munum vinna með verkfæri, sem eru knúin af mannlegu afli, verkfæri forfeðra okkar, sem við höfum vanrækt vegna þæginda. Þannig að það verkfærin, ekki forfeðra. Þegar ég sleppi tímabundnu rafmagnsleysi sem gæti neytt okkur til að taka í höndina sög eða hefir, þannig að það frekar neyð, þá vinna með hefðbundin handverkfæri oft betri en með nútíma rafmagnsverkfærum. Háa snúningar nýju vélana okkar tryggja auðvitað meiri skilvirkni í vinnu og minni áreynslu en við höfum. Á móti þurft að sætta okkur við að spóna, og lyktarefnir efnis fljúga alla verkstæðir sem gera hvorki öndunarfærum okkar, né vélunum sjálfum gott. Afleiðingarnar leysum við með dýrum útsókskerfum og öndunarmöskum. Við verðum einnig að vernda sjón og heyrn. Það ekki betra að láta alla þessar frábæru vélar hvíla sig stundum og reyna að vinna með verkfærum sem nota aðeins okkar eigin orku. Við gerum grín að konum okkar fyrir að þvottavélinn svæð fyrir þær og uppþvottavélinn svæðir, en við erum alveg eins. Það líka borðsveginn sem sker fyrir okkur og jafnvel sem planar. Kannski erum við hrædd að við höfum ekki lengur réttu handverkskunnáttuna og verðum óhæfir. Jæja, hvernig ætti það að vera öðruvísi þegar við æfum ekki reglulega? Það ekki að ástæðulausu sem sagt að æfingin skapar meistarann. Vittu vegur, ég ekki hér í hlutverki leiðbeinanda. Ég frekar slakur með handverkfæri. En lengi hefur mig langað til að prófa mismunandi höfla. Þess vegna pantaði ég grunnsett af handhöflum frá Unimax. Við munum sýna vinnu með þeim í einhverju af næstu myndböndum frá Unimax verkstæðinu. En áður en ég byrja að vinna með þeim vil ég bæta við, auka skrúfstykki á gamla góða eikavinnubekkin minn. Úr úrvalið Unimax valdi ég gullna meðalveginn, með góðu notagildi, fyrir sanngjarnt verð. Vinnubekkurinn hefur 2 skrúfur, bæði á fram- og afturvagni. Auka skrúfstykkið úr steypujárni en kjálkarnir, eða klemmuflötirnir búnir viðarflötum, til að festa vinnustykki varlega. Framhliðin með götum í þessu skyni. Aftari flöturinn hefur jafnvel skrúfgang, svo þú getur fest eða fjarlægt viðarflötuna, án þess að þurfa að taka allt skrúfstykkið í sundur. Til að festa þarf að nota 6 skrúfur með slíkum haus sem fellur inn í viðarflutan, svo hann skemmi ekki vinnustykkið sem fest. Á framhliðinni vantar skrúfgangana, svo þú þarft að nota hnetu utan á til að festa metrísku skrúfurnar eða nota utan frá viðeigandi langa skrúfu til að festa. Lengd kjálkana 170 og 3 mm og þú getur stækkað hana aðeins með því að nota lengri viðarflötur. Opnunarsviðið 213 mm, minnkar eftir þykkt notaðra viðarflatna. Aukaklemmur auka virkni vinnubekkerins. Hægt að nota það sjálfstætt til að festa vinnustykki bæði lárétt og lóðrétt. Saman með upprunalega framvagninu þjónar það einnig til að festa langa, ekki of breiða vinnustykki, til dæmis við hefla en einnig við sögu eða borun. Það virkar einnig á svipaðan hátt og afturvagni. Það hefur útdraganlegan stöðvara, sem gerir þér kleift að festa vinnustykki flatt, með því að nota það í samsetningu með klemmum á borðinu. Og enn eitt frábært atriði sem þessi viðbótarfinga getur gert, nefnilega hraðfærslu. Við hliðina á ásnum með handfanginu lítil áberandi stöng, sem þegar þú dregur að spindlinum, gerir þér kleift að færa framkjálkan, fram og aftur. Með því að sleppa henni læsast þræðirnir aftur saman og það hægt að losa, eða herða með handfanginu. Viðbótarfinguna þarf ekki að setja bara á vinnubekkin, heldur á nánast hvaða borð sem Þú þarft bara að tryggja að hún sé nægilega vel fest við vinnuborðið, eða nota einhvers konar stöðningsbyggingu, svo að kjálkarnir sé í sömu hæð og vinnuborðið. Og ég veðja á að, eftir einhver tíma, munið þið bara hrista höfuðið og spyrja hvernig þið gátu verið á þessara fingur. Tengla á vörurnar finnið þið eins og venjulega í lýsingunni fyrir neðan myndbandið. Og ef ykkur líkaði við myndbandið, vinsamlegast gefið okkur leikir. Ef þið viljið ekki missa af næsta myndbandi frá Unimax verkstæðinu, smellið einnig á áskrift og jafnvel á bjölluna, svo að þið fáið tilkynningu leið og við sleðjum upp nýju myndbandi. Ég heiti Tómas Krausinski, takk fyrir að horfa á. Við sjáumst í næsta myndbandi.